Komiði sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta hlaðvarpsþáttur minn, alltaf til hægri. Auk þess leggjum við mikla áherslu á að halda áfram uppbyggingu leiguhúsnæðis í samvinnu við óhagnaðardrifin leigufélög. Ég hins vegar þeirrar skoðunar að það þarf að leggja enn meiri áherslu á stuðning við óhagnaðardrifin húsnæðisfélög. Það liggur fyrir að 90% þeirra sem eru á leigumarkaði vilja eignast sína íbúð og losna af leigumarkaði. Ég spyr því hæstv. Ráðherra, er rétt að róa að því öllum árum að gera alla landsmenn að leiguliðum óhagnaðardrifinna leigufélaga? Þess vegna ættum við til langs tíma að stefna að því að húsnæðisaðgerðir ríkissjóðs taki form uppbyggingar, að við séum með stór stofnframlög og við séum með styrki til þess að tryggja óhagnaðardrifið húsnæði og fólk geti keypt á hagstæðum kjörum. Það þarf að styrkja almenna íbúðakerfi verulega og halda áfram að byggja óhagnaðardrifna leiguíbúðir allt land. Meginmarkmiðið er aukið framboð leiguhúsnæðis og að húsnæðiskostnaður fólks verði í samræmi við greiðslugetu. Í Flokki fólksins höfum lagt fram fleiri frumvörp sem taka á þeim, eins og til dæmis frumvarp, höfum verið með frumvarpi og erum með leigubremsu og höfum líka verið með lagt til og stutt tillögur breytingar á fjárlögum sem miða að því að auka uppbyggingu óhagnaðardrifinna leigufélaga og íbúða. Svo þarf bara að ráðast í alvöru breytingar á íslenskum húsnæðismarkaði sem snýr að því að hanna það að því að þetta séu velferðarmiðaðir markaðir. Og þetta snýr að regluverki varðandi umræðum leiguþak eða leigubremsu þess háttar, og það þarf að færa þá umræðinni í framtíðina. Ekki vera vitni einhverra hagfræðinga sem sögðu eitthvað árið 1960 í fyrsta lagi. Og í öðru lagi þurfum við líka að skoða aðkomu hins opinbera að uppbyggingu óhagnaðardrifins húsnæði í auknum mæli, þannig að það er margt hægt að gera. Í andaraleysi hafa hægri sinnaðir stjórnmálamenn ekki átt að segja á því hve skipulega hefur verið grafið undan séreignarstefnunni með skortstefnu Reykjavíkurborgar, auknum millifærslum ríkissjóðs, sífellt þyngri áherslu ríkisvaldsins á uppbyggingu leiguíbúða og lagasetningu til dæmis húsaleigulög, þar sem gengið er gegn eignar- og atvinnuréttindum einstaklinga. Vinstri meirihlutin í borgarstjórn undir forystu Samfylkingarinnar hefur innleitt stefnu skortsins í skipulagsmálum. Og leið hafa stjórnendur borgarinnar sagt sig í raun frá allri ábyrgð í húsnæðismálum. Þeir telja ekki lengur skyldu sína að tryggja nægilegt framboð lóða og sanngjörnu verði fyrir íbúðir, fjölbýli, einbýli, rað og parhús. Lóðaskortur í höfuðborginni hefur öðru fremur verið drifkraftur mikillar hækkunar á kaupverði íbúða og hækkunar húsalegu. Skortstefnu í lóðamálum hefur meirihluti borgarstjórnar fylgt eftir með frjórri hugmyndasmíði við að hækka gjöld og álögur á húsbyggjendur og þar með hækka íbúðakostnað. Með einstrengislegum hætti hefur Samfylkingin með fylgintúlnum sínum þvingað fram þéttingarstefnu þar sem bílastæðum er útrýmt þvert á þarfir og óskir íbúa og byggðar hafa verið íbúðir með engin eða fá bílastæði, íbúðir sem gengur illa að selja þrátt fyrir skortin. Kostnaðina stefnu Reykjavíkurborgar hefur almenningur þurft að greiða. Kaupmáttur launa er lakari en ella og skuldir heimilanna hærri. Hækkun fasteigna og leiguverðs hefur bein áhrif og framfærslukostnað, gerir fólki erfiðar að eignast húsnæði eða leigja sómasamlega íbúð fyrir fjölskylduna á sanngjörnu verði. Húsnæðisstuðningur í formi vaxta og leigubóta, aukið fjárhagslegt svigrúm með heimild til að nýta skattfrjálsan séreignarsparnað til að kaupa fyrstu íbúð, hafa verið étin upp að hluta á markaði þar sem heimatilbúin skortur ræður verðmyndun.
Árásin á séreignarstefnuna er ekki síst alvarleg í ljósi þeirra staðreyndar að eignamyndun almennra launamanna er fyrst og fremst fólkin í eigin húsnæði auk lífeyrisréttinda. Með því að þvinga almenningi auknum mæli inn á leigumarkað er grafið undan eignamyndun á komandi áratugum hjá almennu launafólki. Afleiðingin verður sú að margir festast í gildru, verri lífskjara og jafnvel fátæktar undir lok starfsævinnar. Lakari lífskjör og efnahagur eru birtingamyndir að sem þeir kalla félagslegt réttlæti sem vinstri menn hafa barist fyrir. Áhersla ríkisstjórna á síðust áratugum hefur því miður verið að byggja upp leigumarkað undir hatti félagslegs leiguhúsnæðis og á forræði það sem þeir kalla óhagnaðardrifina leigufélaga. Minni áhersla hefur farið í að finna leiðir til að lækka byggingakostnað, svo sem með breytingum á byggingareglugerðum, breyta lögum neytendalán eða beita nýjum aðferðum við að aðstofa fólk að eignast eigið húsnæði. Hvað þá leita leiða til að knýja sveitarfélög til að tryggja nægilegt framboð af byggingalóðum. Sú hugmynd að ríkið eigi að hafa bein afskipti af húsnæðismarkaðnum með skattalegum ívilnunum, húsnæðisbótum, vaxtabótum og beinum styrkjum til að byggja upp leiguhúsnæði hefur gegnsýrt alla stjórnmálaflokka með einum eða öðrum hætti. Samfæringin aukin umsvif hins opinbera á húsnæðismarkaði sé af hinu góða ristir djúpt hjá meirihluta kjörinna fulltrúa, jafnt á Alþingi og í sveitarstjórnum. Þannig verður til mælikvarði á gott samfélag að sem flestir séu með einum eða öðrum hætti fjárhagslega háðir ríkinu. Grafið er undan fjárhagslegu sjálfstæði einstaklinga. Stefna sem fylgt hefur verið í húsnæðismálum gengur gegn óskum einstaklinga, að minnstakosti miðað við könnun Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar frá árinu 2024. Niðurstaðan var afgerandi. 9 af hverjum 10 sem er á leigumarkaði kjósa að kaupa íbúðarhúsnæði fremur en að leigja. 79% svarenda eru á leigumarkaði af nauðsyn. 13% segjast vera á leigumarkaði tímabundið og 8% segjast vera á leigumarkaði vegna þess að þau kjósa það. Hlutfall þeirra sem leigja af nauðsyn hefur vaxið á síðustu árum leið og hlutfall þeirra sem kjósa vera á leigumarkaði hefur lækkað. Öll áhersla í opinberu umræðu er að mæta eftirspurn eftir húsnæði með því að auka framboð á íbúðum til leigu. Minna fer fyrir hugmyndum að koma til móts við óskir þeirra sem eru á leigumarkaði. Nær allir vilja eignast eigið húsnæði og auka öryggi sitt og sinna. En þrátt fyrir skýran vilja mikils meirihluta landsmanna og þá ekki síst þeirra sem nú eru þegar á leigumarkaði er verið að ryðja braut félagshyggjunnar í húsnæðismálum. Sameiginlega fjármuni borgarana skal nota til að byggja upp félagslegt íbúðakerfi. Með góðu og illu, fjárhagslegum hvötum og þvingunum skal almenningi beint inn á leigumarkaðinn. Kjörorðið er leiga ekki eign. Forræðishyggjan er allsráðandi með svipuðum hætti og þvinga á sem flesta að nota almenningssamgöngur og leggja einkabílnum óháð óskum og þörfum. Óhagnaðardrifin leigufélög hafa á skömmum tíma orðið ein alvarlegasta tilraun sem gerð hefur verið til að gera sífellt fleiri að leiguliðum en ekki eigendum. Og í áróðurunum er rætt almennar íbúðir en ekki leiguíbúðir. Breytt orðanotkun er sjálfsagt runnin undan rifjum snjalls hugmyndasmiðs en breytir í engu að þegar að stjórnmálamenn og aðilar vinnumarkaðarins ræða það sem þeir segja og kalla almennar íbúðir er ekki verið að tala annað en leiguíbúðir
sem byggðar eru eða keyptar með stofnframlögum frá ríki og sveitarfélögum og ætlaðar tekju- og eignaminni heimilum. Forræðið hefur verið afhent hinum svokölluðu óhagnaðardrifnu leigufélögum sem eru hrein öfugmæli, enda hefur þeim tekist að safna upp eigið fé upp á 10 milljarða króna á fáum árum. Ef markmiðið er að bæta stöðu tekjulegri heimila og tryggja húsnæðisöryggi, vaknar upp sú spurning hver fær ávinninginn, ef einhver er, hvernig er honum ráðstafað og hver tekur ákvörðun þá ráðstöfun. Ávinningurinn af rekstri leigufélagana hinna óhagnaðardrifnu rennur beint í eigið fé þeirra án þess að leigjendur njóti hans að nokkur leyti til þess að umbreyta honum, þar að segja ávinningnum, í eignamyndun. Bjarg íbúðafélag er skýrasta dæmið hvernig óhagnaðardrifið kerfi safnar gríðarlegu eigið fé. Félagið var stofnað með 10 milljónum í stofnfé árið 2016. Í árslok 2024 var eigið fé komið upp í rúmlega 31 milljarð króna. Þetta þýðir að upphaflegt stofnfé er aðeins 0,032% af eigið fé. Matsbreyting eigna er 20 milljarðar og svo kallað skylt stofnfé sem eru opinberu framlögin eru rétt tæpir 13 milljarðar. Ekkert einkafyrirtæki hefur náð að byggja jafnhratt upp eigið fé og Bjarg og eru þau þó hagnaðardrifin, eða að minnstakosti stefna að því að reksturinn skili eigendum sínum fjárhagslegum ávinningi. Á sama tíma hefur verið þrengt að öllum öðrum, einstaklingum og fyrirtækjum. Lóðir og opinbert fjármagn renna að langstæstu leyti inn í sjálfstætt vistkerfi óhagnaðardrifinna leigufélaga sem eru aðeins opin þeim sem uppfylla sérstök skilyrði svo sem stéttarfélagsaðild. Ef það er raunverulegu vilji stjórnvalda að auka húsnæðisöryggi en ekki síður fjárhagslegt öryggi við starfslok, er mikilvægt að breyta óhagnaðardrifnum leigufélögum í virkt tæki til að gera leigjendur að eigendum og losa leið fjármuni leigufélagana þannig að þeir nýtist til að byggja hagkvæmar leiguíbúðir fyrir aðra. Þetta er hægt til dæmis með því að leigjendur fái rétt til að kaupa íbúðina sem þeir eru búa í á fyrirfram ákveðnu verði eftir kannski 5 eða 10 ára leigu. Þegar íbúð er seld til leigjanda losnar verulegt fjármagn sem hægt er að nýta í að byggja upp almennar íbúðir. Markmiðið er að byggja brú sem kalla má frá leigu til eignar. Stuðningskerfi fyrir tekjulegri heimili. Leigjendur fá þannig tækifæri til að komast af leigumarkaði eins og þeir láta sig dreyma en leggja leið grunn að því að hægt sé að byggja nýjar leiguíbúðir. Þannig fá leigjendur hlutdeild í þeim ávinningi sem hefur safnast upp sem eigið fé leigufélaga sem undir stjórn fárra í umboði verkalýðsfélaga. Ég hef lengi haldið því fram að séreignarstefnan og fjárhagslegt sjálfstæði einstaklinga sé órjúfanlegur hluti af borgaralegu samfélagi með sama hætti og athafna- og málfrelsi. Þetta vita sósíalistar og þess vegna eru þeir á móti séreignarstefnunu og hafa engan skilning á löngun einstaklinga til að standa á eigin fótum með því að tryggja fjárhagslegt sjálfstæði sitt og sinna. Það er komið tími til að hægri menn átti sig á því að atlagan að séreignarstefnunu er hluti af langvinnum átökum samfélagsgerðina, þar sem takast á öfl stjórnlyndis og frjálslyndis, sameignar sinna og séreignar sinna. Markmiðið er að grafa undan grunngildum samfélagsins sem byggist á frjálsum viðskiptum og frelsi einstaklingsins, þar sem ríkið er verkfæri borgarana en þeir ekki þegnar ríkisvaldsins. Óhagnaðardrifin leigufélög
eru verkfæri sem sameignar sinnar ætla að beita í baráttunni gegn séreign launafólks og fyrir nýju þjóðskipulagi. Ekki síst þess vegna verður að stokka spilinu upp og gefa leigjendum tækifæri til að njóta þess ávinnings sem safnast hefur upp hjá leigufélögum sem að nafninu til eru óhagnaðardrifin, sem eru hrein öfugmæli eins og ég sagði hér áðan. Hægt er að kalla hugmyndafræði sem skilur ekki mikilvægi þess að stuðla að fjárhagslegu sjálfstæði einstaklinga ýmsum nöfnum. Hugmyndafræði eymdarinnar og skortsins kemur upp í hugan. Gegn slíkri hugmyndafræði standa þeir sem berjast fyrir því að gera sem flestum kleift að verða eignafólk, að tryggja fjárhagslegt sjálfstæði þess. Fátt tryggi betur frelsi einstaklingsins, valfrelsi hans, hvort heldur á vinnumarkaði í húsnæðismálum eða á öðrum sviðum, en fjárhagslegt sjálfstæði sem aftur einn af hornsteinum jafnréttis. Ég þakka þeim sem hlýddu, eigi góðar stundir.